hvernig komist við þangað upp? Sagði Freyja og virti fyrir sér fjölritaða kortið af áfangastaðnum. Já, það léttverk. Já. Sagði Ívar og skaust enn og aftur ógnarhrattinn í húsið. Hann kom út með flösku af bláum vökva. Hvað þetta? Spurði Skotti forviða. Þetta hér er jarðnetuolía. Sagði Ívar stoltur. Jarðnetuolía? Spurði Mía hneyksluð. Aha, bíddu bara. Sagði Ívar reykinn. Þessi venjulegu olía er ekki bláa ástæðlausu. Þetta er nefnilega töfrablanda sem ég fekk frá Sifkerlingu fyrir mörgum árum. Já. Við gefum graseðlunni smá sopa og þá annarkvort breytist hún í mús eða hún verður að stórum fljúandi dreka, svokallum flugdreka. Þá getið þið bara flogið á áfangastað. Já. Sagði Ívar og var að springa hann svo reykinn á sjálfum sér. En býtu, ef hún breytist í mús, hvernig komustu þá? Spurði Skotti gagnrýninn. Þá hlýtur mig bara að detta eitthvað annað í hug. Sagði Ívar og var fljótur að snúa sig út úr vandræðunum. Þau hin litu hvort á annað, ekki alveg vissum hvort þau ættu að treysta þessari vitleysu. En þar sem graseðlan gerði lítið gagn á þessari stundu, annað en að bíta gras úr garðinum hans Ívars, þá sakaði ekki að láta þetta reyna. Ívar setti 3 dropa í skál og færði eðlunni. Þau hin fylgdu spennt með. Eðlan þefaði af vökvanum, en hélt svo bara áfram að bíta gras, án þess svo mikið sem stinga tungun í hann. Sagði Ívar hugsi og skaust inn í hús aftur. Hann kom tilbaka með kaffikvörn. Þau hin skildu nú ekkert hvað var að vera. Ætlaði hann virkilega að fara að mala kaffi handa eðlunni? Nei, það var ekki svo gott. Hann reif upp slatta af grasi og pressaði í gegnum kvörnina. Úr varð grasvökvi sem hann hrærði saman við jarðnetuolíuna. Graseðlan þefaði aftur af drykknum og núna leist henni heldur betur á hann. Hún sleikti hann upp með þvílíkum látum að það skvettust agnir út allt. Þar á meðal beint í andlitið á Ívari sjálfum. Og þar sem þetta var hnetolía og hann sjálfur íkorni, þá sleikti hann ósjálfrátt og gleypti smá af olíunni. Skyndilega fór hann allur að hristast og skjálfa og á endanum hvarf hann eins og hann hefði verið galdraður burtu. Einungis örfa hár af honum svifu hægt til jarðar. Æpti Freyja. Eftir smástund heyrðist skrækum rómi. Þetta er ekki í lagi. Þau litu niður í grasið og sáu þar pínulitla mús sem leit alveg eins út og Ívar. Litla músin hélt áfram að tala. Þetta er ég, Ívar. Vonum bara að... Hann náði ekki að klára setninguna því hann þurfti að forða sér þegar Huppa kom þrammandi. Hún vissi náttúrulega ekkert hvað var að vera og sá ekki litlu músina frekar en halan á sjálfri sér. Skyndilega fór graseðlan að hristast líka. Þau fylgdust með af eftirvæntingu og viti menn, eðlan stækkaði til muna og breyttist í stóran og mikinn flugdreka með mikið vængkaf sem betur fer. Vá! Sögðu þau í kór og meira segja sérlegur aðstofamaður Huppu hann Ögmundur leit út úr bakpokanum og kvakaði ánægður. Ykkur nú að stað, sagði litla músinan Ívar og rak þau upp á eðluna, eða drekan öllu heldur. Þið hafið ekki allan daginn. Seiðurinn rennur af henni eftir ákveðinn tíma og þá lagast ég vonandi líka aftur. Já. Flugdrekinn þurfti ekki mikið að hafa fyrir því að flytja þau öll 6 á bakinn á sér, ef Ögmundur og Bogi eru taldi með. Eftir langa flugferð yfir akra, læki, hóla og hæðir komu þau loksins að fjallgarðinu mikla. Þá leið fór að kólna og jörðin fyrir neðan þau varð snævi þöggt. En skyndilega fór flugdrekinn að hökta og hristast eins og bíll sem að verða bensínlaus. Hann lækkaði flugið og stefndi rakleitt til jarðar.